Formaður iðnaðarnefndar Alþingis segir að Landsvirkjun gæti útvegað orku í fyrstu 2 áfanga álversframkvæmdanna í Helguvík ef samningar nást verð. Ríkið eigi að leiða deiluna til lykta. Jónas Margeir heldur áfram. Iðnaðarnefnd Alþingis fundaði í dag stöðun á framkvæmdunum í Helguvík en á fundinn mættu fulltrúar Landsvirkjunar, HS Orku og Norðuráls. Framkvæmdirnar í Helguvík eru í nokkurs konar pattstöðu en HS Orku og Norðurál hafa ekki komist að niðurstöðu orkuverð. Málið endaði fyrir sænskum gerðardómi en dómurinn skila niðurstöðu sinni í lok september. Formaður iðnaðarnefndar segir mikilvægt að nýta tímann þangað til þess að koma framkvæmdum á stað í Helguvík. Það kom fram þarna að með frekari samningum raforku eins og til dæmis við Landsvirkjun upp á 100 til 150 megawatt þá væri þarna komin orka fyrir 2 áfanga og þá segja þeir norðurlásmenn að þeir myndu byrja strax og það gæti verið komið 2000 manns til vinnu þarna innan nokkura mánaða frá því að framkvæmdir hæfist á ný. Kristján telur að ríkisvaldið verða að taka sér forystu í að leiða þessi mál til lykta. Ég held að það sé fljótvirkast vegna þess að það eru margir að kenna hver öðrum og það er líka eins og allir sé að bíða eftir öllum hinum. Og það getur einfaldlega ekki gengið í þeirri erfiðleika stöðu sem við erum íslenskt atvinnulíf í dag, það sem vantar að hagvöxt og koma fólki til vinnu. Kristján tekur það hins vegar skýrt fram að samningar Landsvirkjunar verða að vera gerðir á viðskiptalegum forsendum. Ég vil líka segja það að við verðum líka að horfa til þeirra erfiðleika sem íslensk þjóð er í dag. Þannig að við verðum að hugsa heildarhagsmuni lands og þjóðar, ekki bara skammtímahagsmuni Landsvirkjunar heldur allra. Kristján segir að ef framkvæmdir fara af stað geti það skilað ríkissjóði og sveitarfélögum 1 milljarð króna í tekjur á mánuði. Í samtali við Fréttastofu segir hins vegar forstjóri Landsvirkjunar alla orku í kerfi Landsvirkjunar hafi verið selda.